Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 63 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að gera eitthvað svolítið mikið öðruvísi en áður, því yfirleitt þegar ég er að fjalla eitthvað þá er það annaðhvort eitthvað sem ég hef velt fyrir mér í einhvern tíma eða eitthvað sem ég veit svörin við, eða allavega hef ég getað sett einhverjar hugsanir saman sem að búa til einhvers konar hálfa niðurstöðu. En í dag er ég ekki með svarið og langar næstum því að setja þetta upp eins og einhvers konar spurningu. Ef þið hafið svar við þessu eða einhver viðbrögð við þessari hugsun, þá megið þið endilega deila því í eins og athugasemdum undir þessum þætti, annarkvort á Spotify eða YouTube eða hvar sem þið eruð að hlusta á þennan þátt. En þetta er spurning sem að ég glími nokkuð sjálfur við og það væri alveg gaman að verða fróðari þetta. En mér fannst kannski sniðugra og persónulegra að sleppa því einmitt núna, líklega því það er kannski erfiðara að rannsaka einmitt þennan hlut heldur en andstæðuna við hlutin. Þetta sem svo tengist því að byggja sér vana. Ég hef fjallað það áður hvernig við byggjum okkur vana og hvernig við förum að því að búa til kerfi sem við getum svo fylgt og hvernig við hjálpum því kerfi að halda sjálfu sér við. Til dæmis ef þú ætlar að gera eitthvað nýtt á hverjum degi, að þá tekur það cirka 3 vikur samkvæmt rannsóknum í hegðunar sálfræði eða almennri sálfræði eða hvaða fag sem það myndi vera sem rannsakar svona hluti. Þá er allavega fullyrt að það taki 3 vikur af endurteknum vana að verða fastur vani. Það er fullt af daglegum vönum sem að við hættum að pæla í. Við pælum ekki í því að við förum í sokka eða að við burstum í okkur tennurnar eða borðum þess vegna á ákveðnum tímum dagsins. Þetta er eitthvað sem er rótgróið í okkur því þetta eru vanar sem við höfum haft frá því að við erum börn. Frá því áður en við fórum kannski að geta metið það að þetta sé hlutur sem að við ráðum hvort við gerum eða ekki. Við ráðum því alveg þannig séð hvort við burstum í okkur tennurnar eða ekki. En þegar við höfum fengið þroskan til að taka ákvörðun það, hvort við gerum það eða ekki, þá erum við þegar búin að læra bæði hversu gagnlegt það er að gera það og líka er næstu því erfiðara að sleppa því heldur en að gera það vegna þess að við eigum svo sterkan vana. Þau sem að ætla sér að ná háfleygum markmiðum eins og að læra nýtt tungumál. Þau vilja gjarnan setja sér nýjan vana að ná að stunda þetta áhugamál, viðfangsefni, þennan lærdóm upp að einhverju marki í einhver tíma á hverjum degi eða í hverri viku
eða eitthvað þannig, að reyna að gera einhverja litla vinnu reglulega þannig að þekkingin nær að aukast jafn óðum, þannig að á endanum eftir kannski hálft ár eða eitthvað, að þá manni farið að líða eins og maður kunni nýtt tungumál. Maður ekki komið með allt saman, en maður orðin miklu betri í hlutnum, eins og í þessu tilfelli tungumálinu, heldur en maður var fyrir 3 mánuðum síðan, 2 mánuðum síðan, 1 mánuði síðan, vegna þess að við stunduðum vanan. Þetta allt skýrt, þetta allt eitthvað sem við skiljum, eða allavega eitthvað sem að ég geri mér vel grein fyrir. Það sem ég núna að spá í hvernig fer maður að því að missa vana. Hversu lengi þarf maður að sleppa því að gera einhvern hlut til þess að maður missi tök á því að halda honum áfram. Því ég upplifi þetta mjög oft, að það einhver vani sem ég hef ákveðið að setja mér, eða vegna einhverja kringumstaða hef ég þurft að setja mér einhvern vana, en ef ég gleymi mér í einhvern tíma, kannski einhverja daga, kannski einhverjar vikur, að þá kemur eitthvað annað fyrir, kannski í stað vanans, eða hreinlega að ég gleymi mér og hætti að næra þennan vana sem var kannski búinn að ná að verða að vana. Ég var búinn að ná að stunda þennan hlut í 3 vikur eða í nógu langan tíma til þess að ég væri orðinn góður í því og kannski hættur að hugsa það. En ef ég geri það svo ekki í einhvern ákveðin tíma, að þá þarf ég alltaf einhvern veginn að annaðhvort þvinga mig aftur í gang til þess að koma vananum aftur á réttan stað, eða að vanin hreinlega fer. Ég spyr að þessu og set þetta upp sem spurningu af því ég held að það sé ótrúlega erfitt að setja þetta upp sem einhvers konar skýrt svar sem á við alla. Ég skil að það sé hægt að skilgreina uppbyggingu vana í taugakerfinum okkar með því að rannsaka það beint hvað þarf langan tíma af endurtekningum til þess að ná að setja upp innbyggt kerfi í heilanum á okkur sem lætur okkur gera þennan nýja hlut, að framkvæma þennan nýja vana án þess að þurfa að beita svo miklum viljastyrk til að gera hlutin. Ég skil það. Ég held að hvernig við föllum frá vönunum okkar sé mun persónubundnara af því að það gerist af mismunandi ástæðum. Til dæmis þá gætum við mist frá okkur vana af því að það nokkuð erfitt að halda honum við. Það getur verið mjög mörg skref sem við erum að reyna að setja okkur í gegnum til þess að framkvæma þennan ákveðna vana. Það vandamál sem yfirleitt leyst með því að fækka þeim skrefum sem þú byrjar á að taka. Eins og til dæmis að ef þú ætlar að setja þér upp ný markmið sem tengjast líkamlegu heilbrigði, að þú byrjir ekki strax á einhverju virkilega erfiðu líkamsræktarferli eða einhvers konar æfingaprógrami, heldur hreinlega bara að venjast því að eftir vinnu þá keyrir þú að líkamsræktarstöðinni og farir inn.
og að þú gerir þetta alltaf á meðan þú ert að setja þér upp þennan vana. Því þá allavega eitt skrefið orðið afgreitt. Líkaminn þinn og heilinn þinn veit að þetta að fara að gerast. Þú ert að fara á þennan stað. Þú hættir að þurfa að beita viljastyrk til þess að gera hlutin og þá miklu léttara að taka þetta skref sem þú ætlaðir þér að gera frekar heldur en að fara tilbaka og fara ekki í líkamsræktina. Fyrst ég komin hingað, af hverju ekki bara að fara í ræktina? Og þannig getur þú aukið við þrepin að þú kannski farir oftar. Sem sagt bætir þessu vana þrepum við á til dæmis fleiri daga eða gerir ennþá meir á hverjum degi og lætur bæði heilan og líkamann venjast því að þetta sé eitthvað sem þú gerir. En svo það sem ég óviss og væri til í að vita kannski af fleiri lausnum á þegar maður komin nokkuð djúpt inn í vana. Maður komin á nokkuð stór eða djúp skref og dýpstu skrefin farin að falla burt. Að til dæmis í þessu dæmi sem ég að taka, að mér ennþá að takast að fara í ræktina á hverjum degi, að það eitthvað sem ég orðinn vanur að gera, en að einhverra ástæðina vegna, segjum til dæmis tímapressa eða eitthvað annað sem hefur komið upp á, sem ekki lengur til staðar. Þessi fyrirstaða ekki lengur að valda því að ég þurfi að taka þessi skref tilbaka. Hvað ég bæði lengi að fara niður þessi þrep og hvað þyrfti ég mikla vinnu til þess að koma mér aftur í þetta vanaform? Ég held að það sé ekki fjallað jafn mikið þessa öfugu hlið á vana uppbyggingu og að kannski þyrfti að gera það. Það mjög mikið fjallað þetta varðandi mataræði. Fólk sem að fer í viljandi tiltekt í mataræðinu sínu og fer kannski fulldjúpt, fullhratt. Segjum til dæmis að einhver ákveði í einhverju maníu eða kannski sem nýjársheiti að ætla að hætta að borða allan sykur. Mjög stórt skref að gera í einu. Breytingin sem gerist á fyrstu fáu dögunum verður mjög erfið. Þetta eitthvað sem virkar fyrir suma, sem eru til dæmis mjög drifnir og metnaðarfullir einstaklingar sem þurfa að taka stór skref og gera stórar skuldbindingar til þess að eitthvað gerist. En flestir geta það og gera það ekki. Og segjum að einhver sem ekki vanur að taka svona stór skref gerir það samt, tekur út allan sykur, endist í kannski 4 eða 5 daga og fellur svo. Sem sagt, aðilinn borðar eitthvað sem inniheldur sykur. Og þá tilraunin ónýt og þá get ég alveg eins farið að borða sykur aftur og aðilinn gerir kannski ennþá meir af því í kjölfarið vegna þess að það var búið að vera svo mikill skortur þar á undan. Eins og það þurfi að vinna eitthvað upp. Ég held ég sé að lýsa ferli sem margir skilja eða tengja við. En þeir sem að eru lengra komnir í heilbrigðis sálfræði og þroskun einstaklingsins vita það að eitthvað fari úrskeiðis einu sinni eða þú eigir 1 dag þar sem þú leyfir þér að taka hliðarspor eða mistakast í markmiðinu, að þú eigir þér slæman dag,
það þýðir ekki að þú þurfir að gefast upp. Þú bara viðurkennir að þetta var augnablikið þar sem eitthvað fór öðruvísi en ég hafði vonað og á morgun ger ég bara betur. Þið ykkar sem eruð tungumála nörd gætuð kannski tengt við það að missa út einn dag á appi eins og Duolingo. Og fyrst eruð fallin að þá til hvers að halda einhverju við. Að sjálfsögðu eruð að fara að halda áfram. Það að þið séuð ekki lengur á 1147 daga gengi á spænsku og þið mistuð einn dag út af því þið voruð að ferðast. Það verður ekkert að fara að hætta. Þið haldið bara áfram og byrjið aftur. Nema kannski það nógu mikið fall fyrir ykkur að þið mistuð þessa tölu sem hélt ykkur við skuldbindinguna og það að þið mistuð dag út lætur ykkur hreinlega falla. Það þetta spor og þetta skref sem ég hef áhuga á. Hvernig við föllum frá vana og hvað hægt að gera til þess að koma okkur aftur á réttan stað. Þetta sem ég sagði áðan í sekur dæminu eitthvað sem á við í þessu tilfelli og eitthvað sem að myndi ganga sem líking við þetta sem ég á við. En það sem truflar mig að þá þarf ég allt í einu að beita viljastyrknum aftur. Og það kostar mig nokkurn viljastyrk til þess að halda áfram. Og kannski sú hvatning sem ég hafði áður en ég hafði fallið frá vananum orðin minni eða farin. Ástæðan fyrir því að mér dettur í hug að tala um þetta sú að núna ég búin að vera mjög lengi í burtu og það eru liðnar allavega 2 vikur síðan ég tók síðast upp þátt. Nú ég búin að gera þetta 62 áður, þannig ég veit alveg hvernig ég fer að þessu og hversu lítið mál þetta getur verið. En mér þykir það samt forvitnilegt að það að ég misti út 1 viku þar sem ég tók ekki upp þátt og var í það sem mætti kalla fríi, allavega tímabil þar sem að ég var að gera allt annað en ég geri venjulega, að það var nóg til þess að ég þurfti að beita leiðinlega miklum viljastyrk til þess að taka upp þennan þátt. Ég var búin að geyma það lengi. Ég var orðin efins það hvað væri hægt að tala um. Heppilega ég einmitt búin að gera þetta svo lengi að ég orðin skuldbundin við þetta og fyrir utan það að sjálfsögðu að það eru áskrifendur að þessum þáttum sem að bókstaflega borga mér til þess að halda þessu gangandi og að halda áfram að gefa út þætti og uppritanir. Þannig ég verð að gera þetta og ég ennþá til í að gera þetta. En það kostaði furðu mikla andlega orku fyrir mig að komast aftur á þetta ról. Að halda áfram að gera hlut sem að ég geri vikulega. Það tók ekki nema 1 skipti. Það var 1 vika núna sem ég tók ekki upp. Og það var nóg til þess að setja mig á þennan stað í hausnum. Þannig að mig langar bara að varpa þessari spurningu út til ykkar. Hvernig virkar þetta fyrir ykkur? Hvað gerið þið þegar þið missið út dag eða viku af einhverjum vana? Og hvernig komið þið ykkur aftur í gang? Nýtið þið ytri þrýsting til að halda áfram? Gerið þið eitthvað sérstakt sem lætur ykkur halda áfram? Eða ef þið hafið mist vana út eins og að hið klassíska dæmi að byrja í ræktinni á 9 ári og endast kannski út í miðjan febrúar
og mæta svo aldrei aftur. Hvað gerið þið til þess að reyna að byrja aftur? Hvernig náið þið að endur setja vanana sem þið hafið byggt ykkur? Ég vona að þetta hafi allt gengið upp. Eins og þið heyrið þá ég nokkuð óviss á þessu máli, þannig að það erfitt að vera mjög skýr það. Þannig ég búin að tala mjög mikið í kringum dæmið og í kringum spurninguna, frekar heldur en að spyrja einhvers beint út. En því miður þá þetta miðill þar sem að ég tala einn inn á upptöku sem ég gef svo út, og það mjög erfitt að halda uppi einhvers konar samtali. En ég ætla að láta á það reyna og sjá hvort við náum að setja upp einhvers konar samtal. Þannig ef þú hefur einhverja skoðun á þessu eða svar við spurningunni frá þínu persónulega sjónarhorni, þá máttu endilega setja það í athugasemd. Hvort sem það á Apple Podcasts, Spotify, YouTube eða jafnvel á Patreon síðunni. Þá endilega deildu skoðuninni þinni og sjáum til hvort það verði til einhvers konar samtal annarkvort við aðra sem setja athugasemdir við þetta, eða hvort ég fari að skrifa eitthvað til ykkar líka í gegnum athugasemdirnar. Eða jafnvel ef það gerist eitthvað áhugavert, þá verður það kannski jafnvel efni í næsta þátt sem eins konar svar við þessum. Ég hvet ykkur til þess, en ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.